Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego. Já, komið sæl blessuð. Kæru hlustendur og velkomin aftur í Skilduahorf. Þetta er annar þátturinn sem ég tek upp í Borg Englana sem gestur Drafnar Aspar, eða ekki? Jú. Drafnar Aspar. Drafnar Aspar. Snorradóttir Rósas. Já. Sæl og blessuð, vertu velkomin aftur í þáttinn minn. Takk aftur fyrir að hýsa mig. Nei, hæ, þú aftur. Já. Já, vertu velkomin. Í þessum þætti og í þetta sinn ætlum við að ræða mynd sem þú settir mig fyrir. Já. Það er myndin Mulholland Drive, leikstjórn David Lynch frá árinu 2001. Já. Nákvæmlega. Áður en við förum í hana, ætla ég kannski aðeins að ræða svona hvað eru þínir turn-ons þegar kemur að kvikmyndum. Já. Og náttúrulega þegar ég ræði við gesti eins og þáttum, eins og hefðin er orðin, svo stuttahefð, þá spyr ég hvað eru uppáhaldsmyndirnar. Já. Og læt ég setja lista og síðan pikka ég út eitthvað sem ég ekki séð. Ræðum aðeins myndirnar sem þú varst búin að hendi. Við ætluðum að gera aðra. Já, við ætluðum að taka Almodóvar, Todo sobre mi madre, allt móður mína. Já. Því að Almodóvar fyrir mér einhvern veginn, það sem mér finnst bara svo mikið snillt við hann er eins og Sidney Lumet og David Lynch, hann er svo mikill eins og tískuorita, hann er autör, hann er svona gæi, hann er með visual heim, hann er með hugarheim og hann býður inn í hann og þú fær eiginlega ekki tækifæri til að dæma neitt, að það er eiginlega engin judgment yfirleitt inn í myndinni milli karaktera heldur. Ég lendi í einhverjum mjög skrýtnum aðstæðum og síðan hendir hann það bara út. Það er ekkert endilega búin að leysa gátuna eða leysa að því lífið líka bara svolítið þannig. Og hann notar liti og svo bilaðislega litir eins og Sidney Lumet sem við tölum í Network-þættinum okkar að fara frá því að vera dokumentari og vera svona pólerur og meira unreal að þá er litir alltaf hjá Almodóvar er algjörlega karakter og eitthvað svona plottæki til þess að ýta áfram sögunni eða er jafnvel bara næstu sér karakter hjá hann og mér finnst allt svona æðislegt og allt móður mína er eina af mínum uppáhaldsmyndum út af því að það er einmitt Penelope Cruz í henni mjög ung Penelope Cruz þessi bara 18 í myndinni eða eitthvað sko. Er þetta svo gömul mynd? Já. Ég man alveg eftir henni þegar hún kom út. Eða þú veist hún er 20, hún er kollung sko, leikur nunnu. Já. Og þú veist, ég hef enn ekki séð þessa mynd held ég. Nei. Hún er svo gömul og ég er með svo litminni. En ég fekk aðeins að breyta þessu. Já, bara er vel. Ég satt hérna daginn sem ég kom og þú varst að segja mér svo mikið Los Angeles og söguna og vorum í Los Angeles, þú veist, sem er heimili kvikmyndana og ég hugsaði bara svona, er ekki sniður að taka einhverja Los Angeles mynd? Já. Þú veist, það er missed opportunity og vitaskuld. Og hvað voru fleiri myndir sem þú myndir telja að vera svona? Ég letti þessu upp með allt móður mín að koma út 99, þannig að ég er ekkert endilega viss að Penelope Cruz hafi verið það ung, en ég held maður að sjá hvað er Penelope Cruz gömul. Hún er ábyggilega bara svipuð gömul og ég, þannig að hún hefur bara mögulega verið, hún fætt 74, þannig að hún hefur verið þarna bara 23 eða eitthvað, þannig að ég var ekki alveg að ljúga, hún var ekki 19. Hvaða aðra myndir tölum við? Já, eru svona telur þið þína nauðfólks? Nei, bara ekki til þess með LA. Uppáhalds. Þína bara Uppáhalds. Þetta er svo mismunandi hvernig að hittir á mann sko, þú veist, þannig stundum að mann og það er bara þessi, en svo þegar maður er ykkur öðru stuði þá er það hinsegin. Uppáhaldsmyndir. Það er stórt spurt maður. Meðan að Drafn hugsar, þá get ég bent hlustendum á að ég og Melkorku Höldudóttir gerðum þátt með henni. Já. Heilan þáttar sem tökum verið 3 bíómyndir í Trilogík þáttunum heitum. Já.
það sem við tókum fyrir 3 myndir sem heldur mikið upp á, Boogie Nights, Scarface og Casino. Ertu búin að hugsa? Sko, já, Casino hann uppi, skilur. Casino geðveik mynd og brjálæðislega vanmetin, Scorsese mynd. Því að, þú veist, það bara allir tala Goodfellas og allir tala þú veist, hitt og þetta og bla bla bla, en þú veist, Casino bara svo retrospectively, mér var svo geðveik hún kom út í fóðan í bíó, sko. Að því manstu það bara var alveg ekki tátt á henni risið, hún kom út á... Ég sá hann í Bandaríkjunum, ég var hérna bjóð í Bandaríkjunum. Já. Og Boogie Nights. Já, ég var svo stælið. Boogie Nights sem handritið near perfect handrit, það bara mörgur sem verið rætt. Mér þú veist, svo ég alveg, þú veist, ég elska sci-fi dót, þú veist, alveg, þannig að það klassíkarnir, það Blade Runner, ég meina, það ekki hægt að neita mér það. Best Little Horrors in Texas, þú veist, með Dolly Parton, ég elska þá mynd, sko. Hún alveg mjög aðstæðlega bara ótrúlega sniðug hugmynd að vera bara vændiskona hjá Dolly Parton því að það eru bara syngjandi í einhverjum ógeðslega sætum lingerie. Hvað hamingjusamur? Já. Og Það ekki að endurgera þá mynd? Nei, það þarf ekki. En það mætti alveg setja það upp sem, þú veist, leikrit heima, ég held að það er skemmtilega format. Þú veist, ef Þjóðleikhúsið eða eitthvað, eða einhverju sem menntaskóla. En ef hún væri endurgerð og á sama hátt og Ghostbusters, það væri gender reversed. Skæjarnir væru hórumenn. Og E-horror. E-horror. Gigalós. Það væri kannski svona meira PC kemist maður meira upp með, en nei, bara svona... Og svo, þú veist, kannski bara plot twist og bara leysa þau öll úr sér ánöð og þau fá bara alltaf bara einhverja skóla og starfskenslu og verður það successful í ykkur öðru. Hvað fleira? Ég alveg með... Nornirnar af Eastwick. Elska þá mynd. Hún æðisleg. Elska þá mynd. Ég verslaði mér hana á Blu-ray en daginn og einhverjum afslætti. Ég djúvillist að horfa á hana eins og hún frábær. Ég meina Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon og Cher. Sérstaklega Cher. Og Jack Nicholson. Og Jack Nick. Sem að þú náttúrulega búin að, þú hefur vopnað, hvað sem er. Nei, þú varst að tala um að þú væri með megakrassi á honum. Ég var ekki eitthvað, af því að þú var að segja að það var eitthvað annar gæði sem ég var í heit fyrir og ég bara neglaði það. Já, ég var ekki að spyrja fyrir, varst ekki þú eitthvað rosa heit fyrir Tom Hardy? Já, ég er alveg fyrir Tom Hardy, Nei, þú varst að tala um eitthvað annan gamlan kall og ég sagði, nei, frekar Jack Nicholson. Það var eftir með það. Góð saga fyrir hlustum. Góð saga, já. Tölum við meira menn sem að... Death Becomes Her, maður setur henni. Ég elska þá mynd. Goldie Hawn. Þetta svona þegar ég fór í bíó þegar ég var krakki. Það er ógeðslega nostalgískt. Það var Bruce Willis, Meryl Streep og Goldie Hawn. Þú veist... Það er svona pínu Witches of Eastwick. Já, það er svona, þú veist, hyperrealism, eitthvað norna og eitthvað með gati. Þú veist, mannst eftir þessu. Það var svo ógeðslega flott mynd. Ég elska hana. Elska svona goofball. En hún var frábæra myndir. Svona alltaf allt, þú veist, Ferris Bueller. Já. Þú veist, Ég hef notabene aldrei séð Ferris Bueller. Nei! En það er ein mynd sem ég mynd taka við, ég veit hvaða maður ætlar að tala við mig á hana. Ok. Þannig að það verður, mögulega, kannski ég búin að fjalla hana. Þannig að ég veit ekki alveg náma hvað þessi þættir eru. Akkurat. Þannig að... Þú veist, svo eru fullt einhvern evrópsku drasli, þú veist, Kristoffer Kieslowski mjögst blár, geðveik af rauðum, bláum og hvítum, það var svona blár, alveg ótrúleg. Geggjaðar myndir. Já. Bendi að hlustum líka og við tókum það fyrir trygglingu. Og ég hlustaði á það og hún var æðislegur viðmælandi. Hún er náttúrulega frábær. Já. Hún er náttúrulega fædd fyrir, hún er með rödd huga fyrir útvarp og andlit fyrir allt líka. Nákvæmlega, já. Þannig hefði ég getað spurt mig. Já, í fótinn, já. En það hefur líka verið í sjónvarpi. Já, en þú veist, District 9, Sci-Fi, allt, ég held við séum búin að covera svolítið gott svona bas. En við fórum að ræða hérna LA og þá komum við að Chinatown, LA Confidential og Mulholland Drive. Akkur endaðar á Mulholland Drive? Út af því að, það var aðalega því að þú sagðir að ég var ekki búin að sjá hana. Ég reyndar. Og þú er óslega til í að Síðan komst ég þegar ég horfði á hana í gær að ég var búin að sjá hana. Já. Þannig að því ég elska LA Confidential líka svona meira DD Unit englaríki, sko. Að því ég elska Hollywood sem er the seedy underbelly Hollywood. Þetta black, svarta, Black Dahlia, drepa einhverja, þú veist, litla starlets og einhverju tippakallar og eitthvað svona baku í einhverjum kastulum í fucking Hollywood Hills. Að því að, þú veist, glitið og glansið, þú veist, á baku glitið og glansið er
viðbjóður. Þetta náttúrulega bara við Tinseltown, það sem allir koma með draumana og vonir og svo er svo mikið og enda í kláminu og ruglinu og ógeðinu. Þetta bara, þú veist, þetta bara grískur hamrileg, þetta bara risafall, bara as it gets best, skilur, eða worst, þú veist, þessi sögur af fólki frá the 20s og, þú veist, sagan eins, þú veist, ef þú lest Day of the Locust, sem sko bara 120 blaðsíður. Ég meina, Homer Simpson er með í þeirri bók, megin karakterinn heitir Homer Simpson. Hvaða bók? Day of the Locust, hún kom út 1920 eitthvað fleis, og hún er leikara sem að meika það í Hollywood, þetta er bara svona smásaga, sko, þetta er bara 140 síður. Og það er að tala að fólk standi á Hollywood og Vine sem eru fræg gatnamót hér sko, sem er svona, var mekka the Brown Derby veitingastæðurinn var þar sem er svona brúnn hattur sem búið að rífa og sama sagan þú veist, fólk að reyna að meika það þú veist, allir og það er nákvæmlega sama á dagskrá 1920 og er 2016 og verður 2017 fólk með draumana að reyna að meika, reyna að leikarar þú veist, ég meina nákvæmlega sama Day of the Locust kemur út 1939 sko. Já. Þú veist það sama í dagskrá þetta er líka með Homer Simpson. Homer Simpson er megin karakterinn Já. Þannig Nathaniel West sem að skrifaði þessa bók Náttúrulega sannir Simpsons aðdæmendur vita að Homer Simpson í Simpsons er engan veginn í höfuð á honum. Nei en sér þetta líka sem er Valley of the Dolls sem er líka geðveik bók og bara fjallar þessa sko, ef fólk heldur að æskudýrkun sé eitthvað sem er í gangi í dag að þá bara hún var verri 1926-27 þú veist, þú varst bara 25 og varst bara búin akkur er þetta ekki bara dauð út í hátni fokkaði, gamla beljaning það var bara svoleiðis þar voru líka bara þú veist, þessi stúdíóleikarar voru bara hér bil þrælar algjörlega, ég meina þú voru stúdíósamninga og þeir voru bara pillum ég meina þú veist þeir voru eins og íþróttamenn í rauninni sko. Þeir voru bara í svona liðum og síðan kannski voru lánaðir í öðru lið og svona það var basically þannig svo bara, og þú veist, mátti ekki gera þetta og ekki bara heldur í íþróttamenn heldur bara, þú verður bara að giftast þessum kalli hér því við erum að reyna að gera hann á stjörnu það er bara svoleiðis þú veist, þannig að fólk var gift og þau er bara algjör þrælahald sko. Rosalega glamurous þrælahald silki kjólar og sér sem er föt og partí og kampavín en þú fucking giftist líka bara þessum gæl því hann er hommi og við mögum ekki segja fólki frá því honum vantar bara nýjan karriér og þú ert bara eitthvað neitt starrlegt og herru, kelling, beint í þetta mér á Judy Garland, skilur við, þegar hún er að taka upp The Wizard of Oz þú veist, hún er 13 ára og hún er bara höppuð upp á sko, efedrín, bara pillum og spýtti í raun og veru sem að bara stúdíun voru öll með lækna þannig að hún var skotin á 30 dögum 30 dögum var hún 13 ára? Já, hún var 13 og í einhverjum dailies, þá eru pródúsur eitthvað að horfa á einhverja dailies og bara, hvað minn góður, barnið er svo stóra nasir, það er ekki hægt að horfa á þessa mynd, getum við ekki gert eitthvað í sem er nasirnar á henni þannig að voru sett prosthetic drasl upp í nasirnar á henni til að nasirnar virka minni ekki skrítið hún var með body dysmorphia og að háast í sko og hún söng allt og hún átti erfiðleikum með að syngja þegar hún með þetta fucking drasl upp í nefn þú veist, þetta er bara, þetta er svo crazy pillur, menn það var ekki hægt að senda krúið heim, það var dýrt þannig að allir voru hoppaður upp á spýti og bara skjóta myndinast í round the clock það var bara svoleiðis í þessu tíma það var bara dýrt að senda krúið heim crazy, þannig að þú veist, þessi bær er crazy og Mulholland Drive er svolítið góð á þessu leiti því að þetta er að reyna að snerta hennan draum þetta svarta, þetta bökka, þetta alltaf svona hálf hryllings þú veist, meiri séð að kemur eitthvað sigusæt sena hjá David Lynch þá veistu að það er eitthvað svona ofsalega darka baku í fíla og hún er svona, þetta er samt mjög evrópsk mynd evrópsku peningur algjörlega evrópsk framleiðsla þannig að fyrst þarna trivjaði þessar myndir að hún er gerð upp úr pilot þetta var pilot fyrir sjón, vissir það ekki? Nei hann gerði pilot 99 eitthvað fyrir þátt og það er bara megnið þessum mynd sko. Svo var hann ekki pikkaður upp og ég þannig að fengi 8 milljónir til að gera hann pilot og það var ekki gert en hvað er þetta, Studio Canal eða eitthvað ákveða að láta hann fá 7 milljónir í viðbót dollara og til þess að gera þetta klárt sem bíó og hann fyrst var hann eitthvað óinspæraður og kunni ekki að veist var eitthvað vissi ekki alveg hvernig það endaði og svo fann hann eitthvað leið og eiginlega magna sko ég fattaði þetta ekkert fyrir raun og eftir og maður sér það ekkert endilega á myndinni en þetta þannig mynd náttúrulega hún er bara svo veist dreamy mjög dreamy, þetta er alveg og er mjög hátt reituð og er á rosa mörgum topplistum og svona skilja
En það alveg svona pínu, sko, jaðra við svona sjónvarpsbraga á henni stundum, sko. Það stundum svona aldrei áhugavert, sko, stíllinn á henni. Að hún svona pínu svona bíómyndastíll. Já, algjörlega. Hann á svolítið heima þar. Já, og þú veist, hún lítur bara út, þú veist, og leikurinn stundum með stundum bara pínu eins og bara The Room, sko, bara næstu því og svona lukkið og enda í svona eftir 90s lukkið og svona, en svona, og hún þegar Naomi Watts kemur fyrst fram í henni, þú veist, þá þetta einmitt svona, kemur í tilsaltjáðan og svona, leikur svona stórt. Right John thing og einmitt. Well, it's time to say goodbye, Betty. It's been so nice traveling with you. Thank you, Irene. I was so excited, nervous. Sure great to have you to talk to. Remember, I'll be watching for you on the big screen. Okay, Irene. Won't that be the day? Good luck, Betty dear. Take care of yourself and be careful. I will. Thanks again. Sýnir raun og veru, þú veist, kannski seinna í myndinni hvað hún sturgluð leikona, sko. Já, einmitt. Og hún En það hennar breakout kvikmynd, sko. Já. Og og hún alveg rosa spretti í svona mynd, sko. Já, en þetta vissir ekki. Nei, ég vissi ekki það er pilot, television pilot. Manstu hvernig þú sást myndina fyrst skipti? Ég sá hana, ég var í tungumálanámi í Sevilla á Spáni og horfði á hana í spönsku bíói í Sevilla. I believe it's pronounced Sevilla. Sevilla. Alltaf því ég sagði Sevilla. Það finnst þér ekki áhugavert að þú varst á Spáni þegar þú sást hana og við ætlum að horfa á spænska mynd. Oh my god. Það er mjög fyndið, sko. Og var bara í bíó þá? Var í bíó, já, 2001 í bíó. Og þetta er í janúar 2002 erum við að horfa á hana í bíó. Hún kom þar út, var bara á ensku og með spönskum texta undir. Þannig ég skildi hana náttúrulega, þú veist, ég skil hana bara á spönsku, sko. Nei, en merkilegt. Og alveg bara, fólk bara beðið í röð. Ég meðan þetta var svaka. Spánverðin sjúku í linsar, sko. Já. Hann þetta mjög evrópskur. Mjög evrópskur. Þannig hvaðan hann, veistu það? Hann ekki hann Kanadamaður? Nei, ég lík því. Hann eitthvað svona, David Lynch eitthvað svona Midwest dæmi. Er hann eitthvað Southern einhver? Já, eða bara eitthvað svona Midwest. Áhugaverður gaur, sko. Eiginlega svolítið magnað, sko, hvað hann jaðrar, þú veist. Ég skýt á hann sé eitthvað svona... Ég sé eitthvað svona Wisconsin, Kansas. Ég sé hann sé Southern, sko. Hann fættur einmitt Missoula, Montana. Ég hef aldrei kollgátuna. Já, hann 70 kallinn, sko. David Keith Lynch. Ég veit ekkert voðalega mikið hann. Það ekkert vitað rosalega mikið þannig sem hann. Hann ekkert rosalega mikið fyrir utan náttúrulega þetta hugleiðslu-dæmi hans, þetta transcending hugleiðsla sem hann alveg á miljóni. Ég veit samt reyndar hann húsgagnahönnuður. Já, jú. Það veit ég. Já. Og hann náttúrulega með smá comeback núna, hann að gera nýja Twin Peaks þætti, alveg fullt af þeim. Já. Hann bara eitthvað alveg... Hann vinur minn prop-masterinn í þeim, oh my god. Og hvað sagði þið? Hann vinur minn prop-masterinn í þeim. Ernie Gerd. Og það kom teaser, svolítið teaserinn fyrir Twin Peaks daginn. Það var bara skot, svona 20 sekundar skot að David Lynch að borða kleinring. Nei, ég hef ekki séð hann. Það var bara teaserinn. Djöðlir til í þetta. Að fara að sjóta hann, ég mjög ánægð með að fara að sjóta hann. Já, það er bara má segja allt þar á. Já, sjóta hann er bara svona eins og HBO, þú veist, það bara góðu þættir rata þanga, ég myndi að þetta hefði farið NBC eða eitthvað. Það var steingældu viðbjóður, sko. Þannig að ég er með ánægð með það, þannig ég maður svona, eins og við erum öll náttúrulega með Blade Runner 2049, Aliens, Covenant, þú veist, þetta, maður svona rosa spenntur, nýtt efni í heiminn, skilur, in the universe, en svo maður svona varlega hræddur líka. En ég spennt, Já, ég meina hann hvað síðasta mynd sem hann gerir? Manstu það? Við þurfum að Lynch, fylla í sig maður sé Twin Peaks Missing Pieces, meditation, hann gerir eitthvað documentary, The 3 R's, Lady Blue Shanghai, short story. Anyway. Spilum aðeins eins. Það lítur út fyrir að Mulholland Drive sé síðasta feature sem hann gerir. Já, hvernig gera Straight Story? Straight Story... Gera hana fyrir Mulholland Drive? Straight Story.
Af því hann búinn að vera bara að gera sko, TV short, documentary short, video documentary. Hver þín uppáhalds-lensmynd? Þessi? Eða? Toss-up, sko, það er mér finnst líka Lost Highway alveg bara like amazing. Fyrir mér er hérna Wild at Heart. Það er ekkert að rífast við Wild at Heart, sko. Það er ekki straight story, hvað er ég að bulla? Ég veit eitthvað straight story. Ha? Er ég að bulla? Og ég horfði nú bara á Blue Velvet, bara í alvörunni, bara í júní. Ég hef aldrei séð Blue Velvet, sko. Já, jú, hún heitir þetta straight story. En það er svona mest commercial mynd sem hann hefur gert. Hann er frá 99. Hérna, Já, straight story. gamlan kall sem að keyrir á svona litlum sláttur traktor eitthvað yfir. Og hann gerir báðar hann í Mulholland Drive og... Já, nei, Mulholland Drive TV movie. Já, nákvæmlega. 99, það sem að þú ert að tala um. Ahaha. Ég skil. Já. Dune og Elephant Man. Nei, Inland Ég held Empire. ekki sé Elephant Man. Inland Empire gera hann eftir þetta. Hann gerir Inland Empire Já, ég hef ekki eftir séð. sem er alveg sturlað fríki menn, sko. Já. The IE sem er hérna í Kaliforníu, þú veist það. Inland Empire. Þetta fyrir neðan okkur. It's a place. Hann hefur svolítið gert af Lost Highway er LA líka. Jú, hún er alveg líka. Wild at Heart er ekki LA eitthvað. Jú, er það ekki? Wild at Heart er svona eina mínum uppáhalds. Já. Hún er alveg sturlað og það náttúrulega kemur Íslandstengingin. Þannig að þess að Jóni Sigvards framleiddi hana. Jú. Og eftir það gerði þeir náttúrulega að ekki eftir það sem ég gerði 2006. Ég vissi því. Ég held það. Jú. En hún er mér svona æðislega. Já, hún er æðislega. Hún er með flottasta endi á bíómynd sem ég mætti. Anyway, en hann er mjög áhugaverð bís, sko. Já. Ég man nefnilega að vinna með vinur minn Kalli. Já. Kalli Newman, sem er líklega mest í lensaðaðandi sem ég veit um. Já. Hérna, sem að glöggur hlustnir muna kannski eftir úr Alien þáttunum okkar í Já. sem hann ætlaði, hann var í kvikmyndafræði í háskólanum og hann að gera ritgerð hann og svona mætt með hann gerði frekar bara Kronenberg og þess að þetta er svo lítið heimildum Lynch, sko. Já, einmitt, það væri bara original material sem hann væri þá að skrifa og ekkert að byggja á. Dreist okkur. En þess í stað, eitthvað aðeins seinna þá lenti hann í því að hitta hann sem er mjög áhugaverð skemmtilegt saga. Þess að ég var í New York sama dag og hann hitt hann. Það er svo að hitt hann eftir hann að hitt hann. Þá var hann að labba bara á götunni og sá bara David Lynch bara standa á gastinni að reykja sígarettu. Hættu nú. Hann bara stökk inn á næsta bar, fekk sér skot, fór síðan til hans og sagði bara hello, my name is Kalli and Kalli. Síðan hann átti hann alveg heila sígarettu með honum og spjallaði við hann og það sem stóð upp úr var að í lok samtalsins þá kvaddi Lynch og segi nice to meet you Kalli. Það mynda nafnið þessi gegnum samtalið. Já, sem er deila sér vikið, sko. Þannig að hann þetta bara hápunktur hans lífs og skiljanlega. Góð saga. En sko það sem að ég var ná með þarna í þættum daginn fyrir þætti að skildu á þá fjöldum við Poltergeist. Já. Sem að ég minni einhvern veginn var mjög hlæðileg mynd og sker og sem fyrir að horfa hann aftur þá hafði hún ekkert svakalega mikið áhrif á mig. En fucking Lynch-arinn maður, þú fórst í eitthvað ammæli í gær og ég lá hérna upp í rúmi í myrkrinu og horfa á hana og ég var alveg, hvað í fucking er ég að gera? En það eru atriði þarna sem fokka manni upp. Í Mulholland Drive? Já, sem eru svo scary. Atriðið þarna á dænernum. Já. Tell me. Well, it's the second one I've had, but they're both the same. They start out that I'm in here, but it's not day or night. It's kind of half night, you know? But it looks just like this, except for the light. And I'm scared like I can't tell you. Of all people, you're standing right over there. You're in both dreams. And you're scared. I get even more frightened when I see how afraid you are, and then I realize what it is. Fucking hell. Þetta Dennis hérna á Sunset Boulevard. Þetta Dennis, hvað heitir þetta? Twinkies eða Twinkle? Í myndinni, já, hlust.
þetta atriði alveg fucking, ég var bara næstu búin að hætta til að stoppa myndina, sko. Og hún, þetta fuckaði sig í mig, sko. Líka andlitið á honum þessum leikara þarna með augabrýrnar og þessi crazy, já. Þetta svo, það eitthvað, og myndatakan svona flóð, það rosa mikið svona eitthvað svona fyrir horn og maður þá í gegnum alla myndina, bara svona, og maður þorir ekki, sko, þorir alltaf ekki bara svona, fuck, ég meikir. Nei. En það alltaf eins og the shoe's about to drop. Það eitthvað hangandi. Hann svo hættulegur. Það akkurat það sem ég að tala. Maður bara svona, fuck, hvað að gera svona? Já. Þetta sturlað sétt, sko. Og svo fyrir þetta á milli þess að vera, þú veist, kjánalegt og ógeðslega fyndið og ógeðslega skrítið yfir að vera ógeðslega scary. Og það eru öll atriði, sko, og nú má deila sko, hversu mikið. Sko, þetta svona, þessi mynd náttúrulega mjög skrítið. Bara, þú veist, þetta bara mjög draumkennt. Bara reyna að tala, reyna að segja fólki frá hvað hún eiginlega valla hægt. Sko. Já, og það samt mikið þetta ráða í hana, sko, og það eitthvað svona, þetta náttúrulega, ég spildi öllu en það gerist það hún byrjar að því að það kona að keyra og í einhverjum bíl, sittur aftur yfir 2 menn sem sitja fram í, stoppa bílinn. Og hún segir, hvað viljum við stoppa hérna? Og hún kemur með byssu allra að skjóta hana. Þannig að það kom einhverjir krakkar sem eitthvað glæðrast og klessa á það og þeir deyja. Þessi kona missir minnið og flýr og rambar inn í einhverju íbúð þar sem Naomi Watts, nýkomin til Hollywood, alltaf eitthvað mega ótrúlega white-eyed og ótrúlega saklaus. Rambar inn og það er einhverja vinkonur og fara eitthvað að komast að hver þessi kona er. Og þessi kona er með eins og maður veit að hún er með eitthvað veski og í veskinu fullt af peningum og eitthvað blár lykill. Þessi blái állykill. Blái állykill. Við skrýtir svona þríefningslaga. Og svo kom alls konar svona random atriði og til dæmis þetta atriði þarna með gaurinn og dæmi. Winkies, með Winkies. Er svona random atriði sem svona kemur samt aftur seinna, sko, og það er allt svona það er svo fljótandi. Já, og svo undir lokinn þá finnur hún boxið, bláa, opnar það og þá allir fyrir inn í box og koma út í aftur, þá voru hún annar manneski og þetta er eitthvað og maður hugsa sko, ok, hversu, og það má alveg setja spurninguna, er hann búinn að hugsa allt út? Eða bara winging it? Er hann winging it? Er þetta bara röð af atriðum sem er áhugaverð? Fyrir hann. Og hann bara eitthvað, ég ætla ekki að skýra þetta út. Þetta er bara profound cinema. Já. Eða er hann bara, got this motherfuckers now. Þetta nákvæmlega. og það hann hefur gefið út official 10 clues to unlocking for Holland Drive. Og það er eitthvað svona, ég ætla að lesa það bara. Já, lesa það, please. Okay. Pay particular attention in the beginning of the film. At least 2 clues are revealed before the credits. What? Okay. Svo segir hann 2. Notice appearances of the red lampshade. Okay. 3. Can you hear the title of the film that Adam Kesher, sem er leikstjóri, Justin Theroux, já, einmitt. Can you hear the title of the film that Adam Kesher is auditioning actresses for? Já. Is it mentioned again? Spurningamerki. Okay. 4. The accident is a terrible event. Notice the location of the accident. Er það ekki á Mulholland Drive, ég held það? Jú, eða allavega það er leiðina. Já. Svo bara eitthvað, who gives a key and why? Og síðan kemur hérna 7. clueið er, notice the rope, the ashtray, and the coffee cup. Ég meina rauði lampinn með þetta er bara augljóst. Þetta er augljóst. Já, ég skil það núna, þetta er allt annað. What is felt, realized together at the Club Silencio, did talent alone help Camilla? Notice the occurrences surrounding the man behind Winkies. Já. Og where is Aunt Ruth? En er þetta ekki bara blái kuppurinn, er þetta ekki the Caserac sem er alltaf að elskast í Avengers? Það er alltaf kuppur. Það er Pandora's Box. Já. Það er alltaf kuppur í þessum fucking Avengers-myndum. En sko, ég held að, þú veist, þetta sé bara enn meira fokk, sko. Ég held að þetta sé enn meira grín. Henda þessum... Já, clues. Já, en það er samt sem áður, þannig að þetta síðasta clue er frá, hvar er Aunt Ruth, segir hann. Aunt Ruth er frænka hennar
Naomi Watts. Já, sem að passa upp á hana. Já, hún leikona, hún er að fyrir einhverja bíómynd. Og staðsetningin, hún Nei, ok, Diane is from Deep River, Ontario, og það vist eitthvað svona sem að hefur komið í fleiri Lynch-hlutum en þetta. En þetta ég held að hann sé bara svolítið að bulla, sko. En sko, í Lost Highway, að það svipað plot device sem hann með þar, því að Lost Highway bara fyrir hlé, það bara mynd, það sem að, þú veist, eins og fyndi, að tala hvernig hættulegur og ekki það að digressa yfir Lost Highway mikið, en að myndin byrjar náttúrulega Lost Highway byrjar á því að þú veist, það þessari videotape sem fyrir utan húsið og svo horfir fjölskyldan á og alltaf vídeó alltaf nær og náttúrulega manneskjan fucking komin inn til þeirra og taka vídeó af þeim sofandi. Þetta er svona, gæti ekki verið meiri mundane hryllingur. Þetta er ímyndaður. En síðan bara í meiri myndinni, það bara tekur 180 gráður og allir leikararnir heita annað og það er bara önnur mynd. What? Þetta er pínuð hana. Já. Og þetta er vægast áhugavert og mjög skemmtileg mynd og mjög, hann bara hafði... Hún heldur manni. En það öll atriði eru bara svona, maður veit ekkert hvað er að fara að gera. Nei, en það er eitthvað alveg rosalega hættulegt framöndan. Já, það er margt alveg ógeðslega fyndið og það er margt alveg, þú veist, allar þessar senur eins og bara þegar sem heldur að tengist ekki en samt tengist eitthvað þegar við sjáum leikstjórann fyrst, þannig einhverju fundarherbergi og það sem er að þvinga á hann einhverja aðra leik. Já, það er einhverju mobsterarnir að láta hann gera eitthvað með, já. Mobsterinn notabene sem að meikar ekki espresso en hún spýtur honum út úr sér. Það er notabene tónskáldið með því. Já, ok. Maður er svona geðskoðið. En ekki flættir nafnið honum. Nei. She's very pretty. May I offer you gentlemen anything? Espresso. Nothing. What's the photo for? One espresso. No, that's it. I think you're going to enjoy your espresso this time. I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please. This one comes highly recommended. What's the photo for? It's a recommendation. A recommendation to you, Adam. It's not a recommendation. This is the girl. What girl? For what? What is this, Ray? We'd be happy to put her on the list for considerations. You'd be pleased to know that there's quite a bit of interest in this role. Interest? There's 6 of the top actresses that want this thing. This is the girl. Ray, take care of this. Hold on, Adam. Hold on? There's no way! There's no way! En ekki flættir nafnið honum. Nei. Svo Club Silencio. Já. Sem ég myndi mjög vel eftir og myndi að það hefði verið í annarri mynd. Já. En það er hann að... Hún syngur Roy Orbison lagið Crying á spönsku. Er það Roy Orbison? Já. Það var ógeðslega flott. Það er ég las trivia það að það var einhver gaur sem að fekk þessa söngkonu einhver tróðin inn á Lynch þar sem var einhver að taka upp eitthvað þetta svona geðað eitthvað sínunum þannig og hún söng þetta fyrir hann og það tekið upp og það var þetta, þessi upptaka og hitt hann í fysikítu og hann bara notaði hann bara, skrifaði greinilega bara Silencio þarna, it all makes sense ég held að þetta er þannig og ég reyndar hef alveg oft unnið þannig líka maður gerir bara hendur einhvern hlutin saman og segir þetta make sense og þannig gerir alltaf músikvídeóar minni í gamla dag vinna með einhvern nokkur element og þá býr það til einhver sögu í hausnum þetta er bara að kjafta þér já, en Mulholland Drive, hvað er Mulholland Drive? Mulholland Drive er í Hollywood fjöllunum og er alveg óbóðslega löng gata og hún byrjar eftir Griffith Park. Griffith Park er sérfjall, þetta er fjallið sem tekur við sem er bara East Hollywood Hills eða Hollywood Hills og Er það fjöllin sem að stafirnir eru á? Það er Griffith Park. Það er Griffith Park, já. Og þetta er lengra, þetta er like on the west side of the 101. Já. Þetta er Hollywood Bowl er komin þar og þetta er ofboðslega löng og windy gata upp í hæðunum og það er rosalega mikið að geðveikslega falleg ofsalega falleg útsýni yfir borgina og getur séð
horft yfir alla borgina næst yfir út á sjó og það rosalega mikið af flottum húsum og svona ríkt fólk býr þarna í raun og veru sko. En það rosa gaman, það mikið af fólki á mótorhjólum og svoleiðis, þetta svona windy. Very scenic drive. Windy. It's windy, darling. Þannig já. Og eitthvað svona sko, kannski það sem þessi mynd ólík hinum myndunum sem við ræddum Já. Þetta nýrri mynd, hún fjallar nýrri og hún alltaf ekki byggðaninu. Það svona, þú veist, LA Confidential og Chinatown eru meira svona classic Hollywood. Gerast bara í classic Hollywood, sko. Já. Á gullöldinni. Einmitt. Eða Silver Age. Já, Silver Screen Age. Þannig að Mulholland Drive eitthvað þekkt fyrir eitthvað? Sko... Mulholland Drive mjög löng gata. Hún fer alveg yfir 4 og 5-una. Það sé hvort hún fari yfir the 101. Nei, ég held að hann hætti þar, já. Já, jú, náttúrulega sko Mulholland, hún skýði höfuðið á gæjanum Mulholland sem er pabbi vassins í Ameríku. Mulholland sjálfur myndin Chinatown Mulholland. Já. Téðan. Mulholland... John Huston lék í myndinni. Já. Sem var giftur Faye Dunaway, maðurinn hennar. Sem var drepinn og hent út í vatnið hana. Því að sko Mulholland sjálfur, þetta var rosa Ég held ég sé að rugla. En John Huston lék í henni, hann lék einhvern mók. Já, nei, hann var líka pappinar, pappa hennar. Já, William Mulholland og hann sem sagt he's the father of the water og þú veist, en hann var ekki laus við hann sem sagt bjóð til hennan infrastruktúr fyrir vatnina í Los Angeles og þetta svona, hann fæddur 1855 og er dáinn 1935 en hann fór ekki varhluta því að þetta var rosalegt mál, eins og Chinatown fyrir yfir það verið að svíkja bændur með því að alveg taka allt vatn af vatninu upp í the valleys til þess að bændurnir get ekki yrt landið og þá selja það bara á okkur bottom dollar og síðan kaupir borgin landið og það vatn út allt og þetta var rosa þetta var alveg bara California Water Wars, þú veist, það var alveg svoleiðis en það var frægur fyrir það var hann náttúrulega gerir þarna við Los Angeles Aqueduct sem að færa vatn frá lengst upp í rassi og kemur vatn hingað inn í borgina frá Sierra Nevada fjöllunum en það sem það var hryllingur sem kom fyrir það var Calaveras stíflan sem að hann kvittaði undir og sagði að væri í öryggi og allt í fína með hana að hún sem sagt sprakk brast og 1918 og hann þurfti að segja af sér og þetta var alveg svakaleg dramatík sko. Þannig að Mulholland Drive skýrði í höfuðið á hann og það margir staðir skýrðir í höfuðið á fólki sem að köflótt og svakaleg saga. Það er náttúrulega sko eins og þetta segja mér svona sögu hins og þess í borginni. Þetta er allt svona byggt upp af einhverjum mógulum sem að skildu eftir einhvað. Í rauninni, eins og þetta hverju sem við búum í hérna Suffragettan Cora Pope Pond og svo náttúrulega Griffith Park og það var eitthvað meira sem sagðir Andrew C. Clark sem kóngurinn og svo með Getty safnið og það Paul Getty fjölskyldan og þú veist og allt þetta Carnegie og Whitney og allt þetta lið sem að byggði basically landið skilur við, þetta bara ástæðan fyrir að það eru bara járnbrautarlestar og milli A og B bara á þessu ræningjabarónsliði sko but we digress, við náttúrulega komin alveg bara en þetta er náttúrulega bara við viljum digressa, ég vil heyra tala og þú veist, út með Chandler fjölskyldina sem átti LA Times og það var bara, þú veist, alls konar spilling og breytingar og svo fyndi hvernig lítið, þetta er bara svona fyrilda þeorían 100 sinnum bara sem að þú veist veldur því að eitthvað fyrirtæki eins og til dæmis Los Angeles Times að gæinn sem að Chandler, Norman Chandler sem tekur yfir því hann bara bjó í Boston og hann var í Duke háskólanum svo fekk hann on a dare þá hoppaði hann ofan í tróg með sterkju sem að þú veist straujaföt í en hann frosið og hann fekk bráðalúnabólgu og var sendur til Kaliforníu til að jafna sig í sjávarloftinu og sólinni og meðan hann var hér þá ílengdist hann því hann vildi ekki fara aftur til Boston í skítakulda þannig að þá bara fór hann að vinna
sem svona sendast með hluti og var að sjá til þess að ávextir og fóru milli húsa og þá endaði með því að hann fór að dreifa dagblöðum LA Times milli og síðan var hann orðinn distributor. Bara eitthvað svona ungur gæi, hann var rosalega klár, var bara orðinn eitthvað svona sendill að fara með matvörur, var síðan bara að dreifa blaðinu, nær að hitta bara gæjan sem á LA Times og hann bara, djöður, þú dölur, þú flottur, það bara að gera því að manager hjá okkur. Sá gæi gifti síðan dóttir LA Times, tekkuð yfir og síðan bara þetta Chandler fjölskyldan man bara eftir, þú veist, menn LA Times bara að tala Chandler, Dorothy Chandler konan hans, hún byggði óperahúsinu í downtown, þú veist, það Chandler Boulevard í þú veist, in the valley, allt í höfuðið á þessum Chandler gæja sem hoppaði hann í tróð. Hoppaði hann í tróð. Og fekk lúnabólgu. Þetta er það sem ég vildi heyra. Já. Svona sögur. Já. Þetta fáránlega áhuga. Já. Ég meina pælingu hérna sem að leiður okkur frá svona historika Hollywood aftur inn í myndina. Já. Það er hérna að Diane Selwyn sem að leikin af hún eru tveimur manneskjum í svona mynd. Fyrst af henni hérna Diane Selwyn er nafni sem hún man eftir þarna hinleikonan. Hinleikonan, já. Þessi spánska þarna, eða var hann ekki með hreiminn? Hinn þarna, hún var ekki spænsk. Var hann ekki spænsk? En konan sem lenti í bílslysinu, var hún ekki með smá hreim? Nei. Jú. Nei. Hún var eitthvað svona, Laura Harring. Hún var ekkert spænsk. Ég veist að hún hefði verið með eitthvað svona hreim. Nei. Hún myndi alltaf eftir nafninu Diane Selwyn. Já. Þá leitaði það áfram. Selwyn, Archibald Selwyn, var film and theatre producer sem stofnaði fyrirtæki með manni sem heit Samuel Goldfish. Já. Samuel Goldfish. Og þeir settu saman nöfni sín, Goldfish og Selwyn, í Goldwyn. Samuel Goldfish breytti seinna nafninu sínu í Samuel Goldwyn. Sem var MGM. Metro Goldwyn Mayer. Já. MGM, Samuel Goldwyn var bara svona einn aðal stúdíóbossinn. Það sjálfsögðu. En ég vissi ekki að hann hétt Samuel Goldfish. Það er nefnilega sem er fáránlega. Það eru komin áttur í myndina. Sem gerir þetta náttúrulega, þetta er svona, hvað ræður þú úr þessari mynd? Þú veist. Þú manst það gætur. Já. Ég meina, þú veist, er þetta allt hugarheimur Naomi Watts sem kemur átna, þú veist, og er bright-eyed og sogast síðan inn í þennan skítuga underbelly af LA því að hún verður ekki successful og að því að hún drepur sig náttúrulega í myndinni. Hún skítur sig, þannig að rest, því að hún er bara losing her mind. Já. Spoiler, það vita það allir. Sér hérna gamla fólki sem tók á mótinu, kom hann hlaupandi út úr pappírsbókum og fyrir eitthvað Þú veist, þannig að, þú veist, er þetta svona einhvers konar samtal bara þetta tíðrædda fólk sem að vill koma með drauminn í töskunni, þannig að bara rútu farmar hver einasta degi en þetta í dag, fólki sem alltaf leika það. Og hitt hún svo konu, eða var þetta eitthvað annað, eða þú veist, klikkast hún bara, þú veist, af hverju þegar hún fæði að vera þessi bright young thing í að, þú veist, fucking skjóta sig síðan. Það er... En ég meina, þetta er ekki saman manneskja. Nei. Þetta er ekki saman manneskja. Akkurat af því að hann svissar en hund. Hún er sko, hún endar, veitum að sjá, hún hét Betty. Já, Betty og Rita. Og Betty fer með Rítu á kaffihúsið, sama kaffihúsið og flokkaði upp á þann görnum. Mickey's, já. Já. Og þar sér Rita, kemur þjónustustúlkan og það stendur Diane. Þá kveikir hún á henni. Seinna í myndinni, þegar hún er orðin hinmanneskjan aftur, þá fer hún á kaffihúsið sem hinmanneskjan og sér og kemur sama þjónustustúlka, hinmanneskjan er Diane, þá er hún orðin Diane, og kemur þjónustustúlkan og þá heitir hún Betty, þjónustustúlkan. Einmitt, og bara svissa, og svo lítur hún tilbaka og þá sér hún gaurinn sem fekk hann að drauminn og fyrir þannig að einhvern veginn þetta fyrir eitthvað sem alltaf, og þá allir, ég held samt sem áður að þetta sé svona, ég held að sé bara fokk í honum, en ekkert verri fyrir mikið. Nei, alls ekki, og þú veist, það er þú veist, þú ferð Twin Peaks Gazette, því að myndin sem hann er að fá hlutverki, The Sylvia North Story,
Já. Myndin heiti það sem hann að leikstýra, hann, Já. hann Justin Theroux. Og hann segir náttúrulega eins og hann segir sem hann, hvað heitir myndin sem hann að leikstýra? Og það einhverjar fan, Sylvia Northstoy, það einhverjar fandom, einhverjar svona unified theories hvað í gangi þar. Sem hvað? Ég bara, þú veist, I'm just kind of saying it right now. Menn að lesa þessa ritgerðina? Já, skal lesa þessa A4-blað. Bara google þessu, kæri vinnur. Já, nema við bara pásum og lesum og komum aftur, þú ræður. Nei, þannig ekki. Fólk getur bara að hefur áhuga á þessu. Ég hef ekkert svakalega mikið áhuga á því. Nei, þú veist, svona í alvörunni. Ég þarf ekkert að fá eitthvað, nei. Mér finnst gaman að ræða og fá einhverjum tímapunkti hef ég kannski gaman að lesa svona hluti, en mér finnst það bara, sko, það sem skiptir máli að hún intriguing, hún skemmtileg, hún hefur svaka áhrif á mann. Þú getur ekki tekið augun á henni. Nei. Þú veist, og ég meina, hún ennþá svona mynd sem svona haunts me to this day. Já. Þú veist, ég velti henni fyrir mér svona on the reg, sko. Já, og líka bara að hún scary, sko. Já. Þú veist, það scary, hann næra búa til svona scary atriði sem þetta eins og þarna skotið úr Twin Peaks þegar morðinginn síða hárið í rúmstokknum hans eftir þessu. Hann lítur einhver og sér hann allt í henni svona, hann að fela sig bak við rúmstokkinn, svona eitthvað svona, þú veist að það svona, maður sér þetta í smá stund og þetta eitthvað svona, hann nær svona, þetta sama skot og þegar Guðrinn kemur fyrir hornið, þetta er svona... Þegar skrimslið í dömstöfnum á svona fucking vingís, maður. Já, brennist alveg inn í. Já. Hefur þið farið þarna kíkt bak við? Nei, ég þarf eiginlega að fara því að sko þetta Denny's og það bara þarna bak, það bara lounge, þannig inn á þessum Denny's. Já. Kannski spurning að taka sjömla þangað, bara og þurfum ekki líka að fara á klósettið hans George Michaels og leggja blóm. Jú, ég væri ekki að til ég að tjekka á þessu dömstöð, þannig að ég þarf eins og hann, sagði, hann alltaf myndin, þetta byrjan af myndin eiginlega. Já. Það sem Guðrinn hann að sitja á dæninum og hafi dreymt eitthvað. Hann þarf að hreinsa þetta út í sér, þannig að þetta haunting. Já. En svo kemur þetta í hann, þannig ég þarf eiginlega svolítið bara líka að fara að hreinsa hjartaður. Ég hef ekki æsað það núna, sko. Já, einmitt. Pínu verðna það kalt, en líka verðna þess að þetta er scary shit. Dó ekki frænkanur? Andrew, drafst hún ekki líka? Er ég að misminna? Nei, hún dó ekki. Nei. Damn. En svo voru þarna, hún hét þarna, hvað hét hún aftur? Leikkonan sem að þeir fengu inn í, sem að var þvingaður upp á Justin Theroux. Já. Hún Rita í hérna seinni helmingu. Já. Hún var svo leikkona. Einmitt. Og var þá elskuginn hennar, sko, þeir voru lesbískir. Já. Nema var að hún hætti með henni til þess að vera með þarna Justin. Já. Sem var leiksturinn og hún var ekki að gera þetta nú nasir það og hún var eitthvað sem að styrti henni algjörlega. Já, í glötun. Í glötun og bauð henni þarna í einhverja veislu sem sat á mótinu sem tilkynnti alltaf að giftast og gerði það og hún sat hann að horfa á þetta og eitt flottast aðtrið á sem hún alveg brotna niður og fyrir að gráta og eins og þú sagði líka í byrjunum nefnum hún áalegt því líka sprett í þessu og þetta breakatrólegin og hún bjó hérna í LA og rétt á henni myndi kom út þá bara hann var búinn að missa medical insurance sitt og allt bara var bara að fara að flytja aftur til Ástralíu. Já, einmitt. En eitthvað sem stendur líka fyrir tilstilli Nicole Kidman og sagði, nei, býta þess. Já, einmitt. Býta alltaf myndi kemur, þú ert það frábær í þessari mynd. Já. Hún alltaf verið sleggerist. Já. Hún alltaf alveg búinn að bara leika stanslust síðan. Hún fikk Óskarstilnefningu fyrir þessa mynd. Aha. Já. Hún hefur alltaf leikið í fjölmörgum. Já. En já. Og hvað? Erum við bara... Lens. Erum við lens? Lens í blens. Hvað getur maður sagt, sko? Það má alveg ræða þessa mynd einhvern veginn. Það er þetta eins og, ég bara, þú veist, ef fólk er ekki búin að sjá þessa mynd. Já. Það er eitthvað að sjá þessa mynd. Hún er góð. Já. Hún er mjög góð. Hún er mjög scary. Ekki horfa á hana ein á nótt til... Í köldu húsi í Los Angeles. Köldu húsi í Los Angeles. Þið ekki með kísunar mínar hjá þér? Ekki það. Nei, það er náttúrulega hleypaði mynd. Já, það hleypaði mynd. Með mikið af dimmum hopnum og skúmaskot og í annarlega ástandi. Líka mannst ekki bara þegar eru þarna til að fara þarna og eru að horfa á konuna syngja að það bara fara að leiðast og það er að fara að hágráta í what the
Ég held að fólk sem að þegar horfir á myndina að, þú veist, fólk bara voðalega eitthvað bátt með að ræða þessa mynd. Ég held bara að þegar fólk horfir á myndina þá skilur fólk að við erum algjörlega spot on í umræðinu okkar með þessa mynd. Það er hægt að, sko, eins og ég segi, það er hægt að ræða hann í þaula, það er hægt að koma með alls konar kenningaveldanum. Það er þarna til að finna netinu einhverja bara alls konar ritkerfi að skrifa eitthvað, þú veist, þar sem fólk er eitthvað að reyna að útskýra hana. Akkurat. Sem að, þú veist, ég held að sé aldrei endapunktur í því, sem er svo skemmtilegt. Þess vegna held ég að Lynchjarinn sé bara, þú veist, ég held að Lynchjarinn geti, þú veist, þó myndir halda byssu upp á hausnum og hann geti ekki sagt neitt. Það er bara bullshit á þessu segjurslæði. Ég held að sé bara að henda á það bútum, en það þýðir ekkert að sé eitthvað minna til í henni. Nei, ég sammála því. En þetta er mjög skemmtileg mynd. Þetta er, veist, bara frábær mynd. Og þetta var sannarlega svo mynd sem ég sagði bara svona, já, ég hef ekki séð hana, ég skammast mig fyrir. Ég verð að sjá hana, en ég á að kallast kvikmyndaáhugamaður en svo náttúrulega hafði ég séð hana. Ég bara einhvern veginn Selvfølgelig. Hún bara hún satt í mig sem einhverju bútar af Lynch-myndum. Það er náttúrulega, það væri hægt að taka svolítið af Lynch-myndum. Já. Bara, þú veist, Inland Empire, Mulholland Drive og Lost Highway. Og það væri hægt að klippa einhvern veginn saman randomly. Já. Og samt myndi það var einhvern veginn ein mynd og myndi make sense. Og önnur mynd, algjörlega. Já, og hann myndi segja it's all a purpose. Þennan heim, en hann myndi gefa út einhverja bara, þú veist, clues to watch einhver hamarkama þessu. Og það er bara, já, ok, ég skil. En ég meina, það væri ekkert skrítið, ég gæti alveg, I wouldn't put it past him, að þú veist, þegar hann er 70, sko, að hann myndi klippa út einhverja svona ultimate eina mynd úr myndunum sínum. Nákvæmlega. Þú veist, hann er þannig gæði. Og that being said, I wouldn't put it past him heldur að þetta make allt sens. Já. Skilur, að þú veist, ég er ekki að gera lítið úr, þú veist, Nei. þetta er mjög mögulega þaulhugsað. Algjörlega. Í huga hans. En mjög mögulega ekki. We salute you. En þetta ekki bara ágætis Ég held það. Endir, áður en ég kveði, en sem ég enda á kveði, þá ætla ég að klippa inn núna inn í þáttinn, þannig að ég veit ekki hvað er næsta þáttur og ég ætla að láta fólk vita hvaða mynd er í næsta þætti. Já. Og ég ætla að klippa það inn. Gestur næsta þáttar Skylduáhorfs er engin önnur en bíó-tvíó-grafíska hönnunar Berlínar hipsterinn Andrea Björk Andrésdóttir. En henni setti ég fyrir stórvirkið meistaraverkið kvikmyndin Brasil frá 1985 í leikstjórn Terry Gilliam. Ekki missa af næsta þætti.